ætla að ná mér í smá vír. Já. Verið stærri. Já, en með stóð horn. Svakar. Svona. Já. Í myndbandinu sem að Jón Árni í Steinnesi sést draga út lamb með stóran haus og stórt höfuð, þá er eitt áhugavert sem hann gerir og gerir náttúrulega hárrétt oft í þessum tilfellum þegar er erfiðleikar með að ná hausnum út, er að tökum eftir í myndbandinu að hann spatt höfuðið og passaði sig á því að sækja ekki neina fætur fyrst upp í grindina, heldur batt utan það og náði svo með að toga í höfuðið svona niður, þá kom hann í rauninni og því fyrst og svo fór hann í það að draga lappirnar út, því að það sem getur gerst er rauninni að það verður bara of lítið pláss, þegar höfuðið er stórt, of lítið pláss til þess að draga allt lambið út með báða fætur réttar svona yfir, bara rétt yfir í rauninni í gegnum eða inn í grindina, af því að þá er það of mikið rauninni að það verið að taka báðar axlir og höfuðið í einu. Þannig að það getur verið þjóðráð líka ef það er erfitt að koma höfðinu í gegnum grindina að passa það að það sé bara svona rétt fremsti parturinn af framfótunum sem er á sama tíma á þessu svæði hérna. Og þar með, ef við svona getum ímyndað okkur að nú eru axlirnar komin miklu aftar, þá er hægt að, eins og hann gerði, hann náði höfðinu fram og þá þarf rauninni aðeins að sækja fæturinn aftur og þá er auðveldara að koma rauninni öxlunum í gegn. Og líka með gemlingarna sem það hjálpa í 2 áfangum. Já, ég segi bara ekkert með það. Oft gerist það að þegar
burður er stór hjá gemlingum að þær hafa miklar hríðir og það gengur ekki neitt. Og þá er oft sem að þarf að fara, víkka þær aðeins út með hendinni, þannig að maður komi hendinni inn og ná lambinu í réttri stöðu aftur í grindina. Þannig að það sé skorðað og renni ekki tilbaka. Og þá heldur kindin áfram með hríðirnar. Þá tekur oft langan tíma fyrir gemlinga að víkka almennilega aftan, þannig að lambi komist út. Og það er mjög mikilvægt að gefa þeim tíma til þess að víkka á eðlilegan hátt, þannig að snoppan og fæturnir á lambinu sjáu að víkka fæðingaveginn. Og þá geri ég það oft þannig að þegar ég er búin að koma lambinu í skorður, þá bara leyfi ég kindinni að sjá í einhvern tíma að rembast. Stundum koma þær lambinu út sjálfar, stundum alls ekki, því að ef að tungan er farin að bólna, þá fer ég aftur og hjálpa þeim síðasta spölinn. En alls ekki að reyna þær allt of mikið með því að þröngva lambinu út áður en að þær eru orðnar víðar aftan. Ég tek vírinn ekki af þegar það er skorðað í grindinni, bæði út af því að stundum er það þannig að maður nær honum ekki af, til dæmis ef hann er aftur fyrir horn og það er þröngt. Og svo er líka mjög gott, ef maður þarf að hjálpa lambinu síðasta spölinn, þá er mjög gott að hafa vírinn, af því að þá getur maður nota hann til að toga í. Það er miklu léttara í staðinn fyrir að þurfa kannski að fara með fingur aftur fyrir, eða þá að þurfa að reyna að tróða vírnum á þegar það er mjög þröngt. Það er miklu auðveldara að koma honum á þegar lambið er ennþá hér frammi. Þá hefur maður pláss. En svo er annað að með lömb sem eru kollótt, það getur verið mjög erfitt að fá vírinn til að tolla ef maður þarf að toga í. Og þá getur hjálpað að setja vírinn aftur fyrir eyrun. Það er ekki alveg gulltryggt en það getur hjálpað. En mjög oft þarf maður að reyna að halda vel undir snoppuna og toga til þess að vírinn sleppi ekki af þegar maður togar í.
Það er gott. Hefur verið bara eins sem sagt í nokkuð langan tíma en ef það er bara allt í góðu hjá henni þá kemur það. Frábært. Það er þetta komið glæsilegt. Ég held hún sé fegin. Það sé búið. Það var nokkuð lengi. Einhvern veginn mjög litla ríðar, þannig að hún var alltaf með svo litla ríðar. Hopp. Monagrímið, já. Já. Betur. Snurra betur. Svona. Ja. Og þeir að fara aðeins mín. Þeir að fara að halda haus, þá er það þau segir. Já, nákvæmlega, það er nefnilega það. Hún. Sjáðu, þú sýna bandið nú.